Já, góðir áhorfendur og hlustendur, velkomin að Rauða borðinu, fyrsta þátt þessa árs, 2021. Þátturinn komin úr jólafrí og við ætlum að bara keyra beint í hversdaginn og ræða kreppuna sem við erum lent inn í og velta fyrir okkur hvort að næsta ár verði jafn djúp kreppa, jafn snöggur niðursnúningur efnahagslífsins eins og við urðum vitni af á síðasta ári sem með dýpsta kreppa í 100 ár sagt, sumir segja 130 ár. Sjáum til þess að svara þessu eru komnir hingað góður hópur hagfræðinga, Gylfi Zoëga, Ásgeir Brynjar Þorvaldsson, Guðrún Johnsen og Ólafur Margeirsson. Verið öll velkomin og gleðilegt ár. Já, ég bara byrja á því að spyrja má ég byrja á þér, Gylfi? Þegar þú horfir á þetta ár sem að byrja, von á því að við séum að horfa á svona ganga eftir botninum á kreppunni eða á hún kannski eftir að dýpka eða sjáum við svolítið þannig þegar maður hlustar á stjórnmálamenn áramótin að það væri svona upp úr miðju sumri, þá verði allt gott aftur og eftir það er bara happy go lucky. Hvað eru að fara að horfa á næsta ári? Þetta veit ég það ekki, en ég myndi búast við að væri eins og að vera á flötum botn, og svo smá saman fyrir að birta til. Það er spurning hvenær það fyrir að birta til og það fer eftir bóluefninu. Og mér skilst að það sé kannski raunhæft að gera fyrir næsta haust. Þetta fer smá saman að skána eftir sem þeir eru bólusettir. En það verður kannski í heiminum næsta haust. Lok þriðja ársfjórðungs, fjórða ársfjórðungi verður þetta farið að nálgast eðlilegt ástand. En að þanga til þá verði svona þessi dróma af efnahagslíf heimsins og svo vitum við ekki hvað fer hratt upp síðan þegar að farsóttin er komin niður og það fer eftir ýmsu. Mikil óvissa hvað tekur við. En við ættum kannski núna að vera að hugsa ekki bara þetta ár, heldur líka árin sem koma eftir. Til þess að þessi uppsveifla sem mun væntanlega koma, hún verði sem best, hún verði sjálfbær, búið til góð störf. Það verður ekki alltaf bara að hugsa til nokkra vikna á mánuða. Kannski tala það. En það er ekki alveg stemmingin í umræðinni. Það er verið að, svona eins og sem verið að bíða bara eftir því þetta verði aftur gott. Það er ekki margir, það er þetta verið talað í þessu þætti, að það er að nota tíman til þess að undirbúa það samfélag sem við viljum að taki við. En heyri það ekki svona í almenn umræðu, það frekar þannig að það sé verið að tala að ég bara skilja fólkið eftir sem er atvinnulaust þangað til að fyrirtækin jafni sig næsta haust og fara að ráða aftur. En það svona strúktúrvandamáli eins og þegar ferðamennskan byrjar upp á nýtt að hafa það á skipulagt umhverfennar. Þannig að við lendum ekki í sömu vitleysu eins og gerðist árin fyrir COVID með svona ósjálfbæran mikinn vöxt sem að bara eigin fall í för með sér. Því að þetta var eitthvað sem gekk ekki upp eins og bólur verða. Að þetta verði ekki bara önnur bóla, þetta er eitthvað svona sjálfbær vöxtur sem að endist af einhver. Hvernig á að gera það? Það gæti tengst til dæmis þessar hugmyndir hálendisþjóðgarð. Það var ein leiðin til þess að skipuleggja ferðamennskunum. En hvernig á að gera það? Það er eitthvað sem ætti að vera að nota tíma núna til þess að skipuleggja. Þannig að þegar að balli byrjar aftur, þá sé eitthvað kerfi fyrir hendi. Þannig að þetta fari ekki í sömu vitleysu eins og áður. Og einnig með aðra atvinnuvegi, hvernig að búa til störf á annar staðar. Allt þetta, núna er rúm til þess að hugsa þessi mál. Og svo svona grundvallar mál sem að skipta öllu máli, sem enginn talar Það er hvernig menntakerfið og skólakerfið. Hvað er að gerast hérna? Þessi rúmlega þriðjungur drengja getur ekki lesið þetta í gags. Ég ætla að segja 20% stúlkna, að drengir eru þetta lengra og eftir stelpum en á öllum öðrum OECD-löndum, það er gríðarlegt brottfall. Svona grundvallar vandamál þarf að hugsa en ekki bara
kemur bóluefni í apríl eða júlí. Vikurnar líða fljótt. Og svo ég myndi segja að þessi grundvallar skipulagsvandamál, menntakerfið, umgjörð atvinnulífsins, allt þetta. Núna til þess að hugsa það. Og svo bóluefni kemur og svo þarf að hugsa þetta hvernig hagstjórnin verður þegar þetta byrjar aftur. Því að eins og menn tala oft þriðja áratug síðustu aldar sem mikla gullöld sem rétt. En hún gerðist ekki bara sjálfkrafa. Það var ákveðnir atburðir sem urðu og hagstjórn og efnahagsumhverfi sem var á ákveðin hátt sem framkallaði þennan mikla hagvöxt sem var þarna 2029. Svo þetta mun ekki gerast bara sjálfkrafa. Þetta er aðeins að hugsa fram í tímann. Og þú ert að því að fólk sé ekki mikið að hugsa, eða stjórnvöld sé ekki mikið að hugsa. Kannski að hugsa, en maður bara heyrir ekki svo lítið. Kannski er ég ekki bara að hlusta nóg mikið á fjölmiðla, en ég heyr ekki. Þau kannski það fyllt í eðunar. Já, það er allavega í fjölmiðlum í útlöndum verið að tala það. Ég var bara að lesa grein í Financial Times í dag með það sem aðalhagfræðingur OECD er að vara stjórnvöld við því að fara í gamla farið og með áhyggjur af því að stjórnvöld séu ekki búin að endurhugsa opinber fjármál. Það sem menn eru byrjar að tala austerity, sveltistefnun aftur og aðalhagfræðingur OECD er að vara við því að það verða ekkert settar eins fjármálareglur aftur eins og voru. Það breytist allt eftir að við komum út úr þessu COVID. Ég reyndar svolítið, mér finnst svolítið mikið búið að vera í þessum áramótagreinum og áramótaávörpum verið að hæpa upp að þetta sé svo mikil kreppa og stærsta kreppa. Ég veit ekki, Gylfi, þegar ég lærði skilgreiningar á kreppu þá þurfti að vera 10% samdráttur. Þetta náði ekki upp í 10% samdráttur síðast ári. Eða samdráttur í 2 ár. Þannig að þetta er ennþá bara mjög alvarlegur og mikill samdráttur allan heim, en þetta er ekki alveg búið að ná upp í kreppuskilgreiningunum eins og ég lærði það. En það sem menn missa af held ég er að það er svo margir, þetta sem við köllum K-kreppu hérna held ég fyrst og snemma hér, það er svo margir sem eru bara með meiri sparnað, komast ekki til útlanda eða peningum sínum, eru búin að fá launahækkanir, skattalækkanir, og það er ekkert verið að tala hinir sem eru orðnir atvinnulausir og fengu 7.000 kall í hækkun eftir skatt, að því þeir eru að borga skatt líka af atvinnuleysisbótunum, að þeir eiga einhvern veginn bara að fá út úr svona samdráttarbaráttu, einhverja smá hækkun, en allir sem að sitja á haugum af afgangspeningum sem veit ekkert hvað er að gera við og komast hvergi að spara og kvarta jafnvel yfir að þeir fá ekki nóga vexti á ríkisskuldunum eða lífeyrissjóðir. Þetta er ruglið sem er í gangi. Ég meina, lífeyrissjóðir sem eru að fara að setja í nýsköpun verða að setja hluti að fjármagna ríkissjóðir, það er út allan heim. Það verður að vera að tala núna hvernig að vera nýjar fjármálareglur eftir að við komum út úr þessu. Og þessi mál eins og Gylfi var að segja, ég meina eins og allir góðir fyrirtækjaeigendur eru búin að vera að gera, mála, skiptum legur í vélunum sínum, nota tíman til að taka til, að við ættum að vera að gera það í öllum kerfunum hjá hinu opinbera núna og undirbúa okkur fyrir nýju veröldina sem að verður allt öðruvísi en maður skoða söguna og breytingarna sem urðu svartadauða eða iðnbyltingin komið til svartadauða. Eða 1920-30, eða eftir stríðið þegar að Marshall-aðstoðin var gerð. Ég meina, þetta voru fundamental grundvallar breytingar á þjóðfélögum sem að færðu okkur fram en ég kalla eins og Gylfi eftir því, menn eru bara. En má ég spyrja það meitt, þú ert maður til þess að svara með ríkisfjármálin, hvernig er útlitið þá næstu 5 árin, fjármálareglum og þessu, það sem nú eru kosningar, þess að nýja stjórnin sem tekur við,
hvaða verkefni liggur fyrir henni? Búið að ákveða þetta? Hversu mikið á að aðhald verður? Þú ert orðin harkalegri en Gunnar Smári að reyna að fá mig til að tala hérna úr hinu hlutlausa fjármálaráði. Ég spyr þá hann var bara að spyrja hvernig reglurnar eru. Og ég ætla að reyna að tala það á alþjóðlegan basis en auðvitað á það við á Íslandi. Það er búið hér á landi núna, taka reglurnar á sambandi og í 5 ár sem er reynda svolítið áhyggjuvekjandi. Úti er ekki búið að tímasetja það hvað þær eru lengi úr sambandi. Lögin segja að má taka þær úr sambandi í 3 ár, en það er búið með lagabreytingu að framlengja það út allt næsta kjörtímabil og það getur maður haft gífurlegar áhyggjur af. Meðan að í Evrópu er verið að tala við þurfum að tala hvernig við ætlum að hafa nýju reglurnar þegar að við setjum þær í samband aftur, af því það er búið að taka þær úr sambandi en ekki tímaskilgreind, nema bara 1 ár í einu. En svo ég vísi aftur í aðalhagfræðing OECD, hún er að segja að það verður aldrei aftur sett einhver ein tala sem fittar fyrir alla, 60% af skuldum, það verður ekkert aftur sett í gang niðurgreiðslureglur og skuldir þannig að eigi að ná þeim niður í 60%. Hún er að vara við að ríkisstjórnir séu á rangri leið ef þær eru að tala einhverjar svona hugmyndir. En á hinn bóginn er hún líka að tala mjög mikilvægan þátt, því fólk vil auðvitað skilja hvernig er hægt að hvaðan kemur allur þessi peningur sem var ekki til áður, og það er vandinn við rangar kenningar og kennslur í hagfræðideildum hvernig peningar séu einhvers konar kartöflupoka hugmynd en ekki samfélagslegur hlutur sem ekki hlutur, heldur hugmynd og verður til við skuldamyndun og þess vegna er hægt að búa til helling af þeim í stríði og í stríði við veiru og lykilatriði þar er traust og þá kemur samspil á milli ráðsins sem ég er í og nefndarinnar sem Gylfi er í að þar er aftur í greininni í Financial Times með henni Lawrence Boone aðalhagfræðingum, hún er að vara við því þar líka að seðlabankarnir sem hafa hingað til verið að taka á krísunni sem eru ekki lýðræðislega kjörnir og að þeir eru og hafa verið að ákveða út frá reglunum sínum verðbólgu sem að menn eru út í heimifarnir að viðurkenna, menn vitar í raun og veru ekki almennlega hvernig verðbólga myndast. Þó að séu til einföld módel og líkon sem hafa verið keyrð að með aukningu peningum að muni koma verðbólga, en það hefur ekki komið verðbólga síðustu 10 ár. Þannig að þetta er á aðra hliðina og svo hins vegar að í ríkisfjármálunum eru lýðræðislega kosnir aðilar sem þurfa að standa reikningsskilgjörða sinna í kosningum varðandi það hvað að gera og sumir þeirra ætla þá að vera að segja við ætlum að ná jafnvægi í ríkisfjármálum og við ætlum að fara að borga niður skuldirnar og hún er aftur, ekki ég, hún aðalhagfræðingur OECD er að vara við því ef að það verður gert of snemma eins og mistöngin sem voru gert 2010-12 nákvæmlega, kreppan 2008 mikilvægu atriðin voru gert 2010-12 mikilvægu mistökin og það er sama og ég er sammála og Gylfi var að segja við þurfum að vera að hugsa núna ekki bara þetta ár heldur eftir næstu kosningar og næsta ár hvernig á kerfið að vera seðlabankarnir út í heimi eru búin að segja það verða 0% vextir 2023 allavega eða for the foreseeable future og hér erum við að tala já við þurfum nú að ná þeim aftur í gang og vera aftur eina landi í heiminum sem er með jákvæða vexti af því að við erum með lífeyrissjóðakerfi sem við ætlum að hafa með svo góða ávöxtun og atvinnuleysisbætur geta hækkað 7.000 krónur og fólk getur borgað 80% af laununum sínum í vaxtakostnað en þetta eru stóru málin sem við erum að tala að því ég er með peningastefnumann og lífeyrisstjórnarmann aðalatriði er að þessi kerfi þurfa öll að spila saman og það er ekki hægt að hanga í gömlum kenningum eða kreddum eða einu líkani til að lýsa heiminum að því COVID er búið að sýna okkur að heimurinn er miklu flóknari en eitthvað eitt líkan og einfalt módel sem að stýra eftir og einn upp í Seðlabanka segi að verður að hafa aðhald í ríkisfjármálunum
við höldum verðbólgunni niðri. Þeir hafa aldrei stýrt verðbólgunni. Þeir hafa aldrei getað ráðið við hana nema núna með inngripi á gjaldeyrismarkaði eða í gjaldeyrishöftum. En það verður að tala það má ekki bara opna ríkissjóði 5 ár og að mig keyra hann í halla 300 milljarða á síðasta ári og aðra 300 milljarða ár og svo bara eftir kosningar verði 300 milljarða halla á ári. Þá fer þetta náttúrulega allt til andskotans. En þá verður menn að tala býtu þessi sem að fá auka sparnar, launahækkanir, minni skatta, get ekki eitt í, það verður þá að taka í sköttum eitthvað af þeim peningum til að jafna út og hækka kannski atvinnuleysisbætur aðeins meira en 7.000 eða búa til störf með einhverjum öðrum aðgerðum. Það á að hinn pólitíska efnahagslega umræða snúast. Nú ég búin að segja allt of mikið. Já, við langar aðeins að halda fókusnum svona aðeins í byrjunin á því svona hvernig þetta ár sem að byrja getur verið. Við má spyrja þig, Guðrún. Gylfi baðst afsökunar á því að kasta upp svona mörgum umhugsunarmálum og Ásgeir bættum betur og bætti við 18 eða 19. Því megi alveg svara einhver af þessu sem hefur verið kastað hingað upp. En mér langar aðeins vegna þess að Gylfi lýsir svona botninum á að við sem að fara að labba það og svona óljóst hvernig hinn ásinn á því hvort hann sé svona halli hægt og bítandi upp á við eða hvort það rjúki upp í einhverju bólu. Og svo lýsir Ásgeir því að kannski í botninum þá hann er ekki alveg sléttur. Það eru sumir sem eru á leið upp rúllustega bara í raunverulega betri stöðu en síðan eru aðrir sem eru að grafast undir sem að kreppan er raunverulega að fara illa með. Áður en að við tölum kannski hvernig lausnin á því að rétta við ríkissjóð eða hagkerfið í heild. Þetta ástand að þessi aukna misskipting, ólík staða gagnvart kreppunni, Guðrún, hún mun hafa áhrif á bara hugmyndir okkar samfélagið, það mun reyna á og það var nefnt eins og lífeyrissjóðurinn það mun reyna á verkalýðshreyfinguna, stjórnmálin, lífeyrissjóðina, alls konar ef við búum í siðuðu samfélagi. Ég trúi ekki að fólk sætti sig við það að þúsundir manna muni bara grafast undir þessu aurflóði sem að kóróna samdrátturinn svo ég segi nú ekki kreppa. Nei, þetta eru sannarlega spennandi tímar sem við höfum oft komið inn á fyrir þá sem eru að greina efnahagslífið og pólitíska landslag. Við skulum kannski, ef við einbeitum okkur að þessum mjög skamma tíma sem þá á næsta ári, að þá sjáum við að þetta hangir allt svolítið á þessu dreifingu á bóluefni og það getur verið bölvun og blessun að fá bóluefni hratt. Það að segja að ef allir Íslendingar, það sem óttast í rauninni að dreifing bóluefnis verði ekki jöfn yfir lönd og höf og lönd og þá komi misvægi í rauninni inn- og útflutningi á þessari mikilvægu stoð okkar ferðaþjónustunni. Ef við sjáum fram á það til dæmis að bóluefnið sé komið vítt að breytt landið og allir orðnir bólusettir bara með vorinu og þá hættan á því að Íslendingar horfi til útlanda og þeir sem hafa fengið launahækkanir og svo framvegis sem þið að tala og þetta við erum að sjá í aggregate tölum að sparnaðir eru að aukast að því minnsta í Bandaríkjunum mjög mikið þessa dagana og sem bendir til þess að fólk auðvitað hefur verið að halda aftur af sér í neyslu, hefur varið aukið eftirspurn hér inn í okkar hagkerfi og haldið aftur af sér að eyða peningum erlendis. Þarna getur orðið mismats sem að kemur sér illa fyrir atvinnulífið almennt og yfirleitt til skamstíma. Ef Íslendingar mæti ekki í búðirnar að kaupa Söru og H&M þá kemur það, lendir það niður á þessum fólki sem hefur auðvitað ekki fengið vinnu og þá ekki frekari kannski vinnu að vænta alveg í bráð, nema þá aðeins að hið opinbera leggi sig fram að ráða fólk í störf eins og Ólafur kollegi minn hefur svo oft verið að benda á í tengslum við atvinnuframboðstrygginguna. Guðrún, þetta að segja það ef okkur gengur vel að bólusetja þá geti orðið til þess að Íslendingar, betur settu Íslendingar þeir fara út og við fáum raunverulega ekkert annað í staðinn inn í hagkerfið og við getum farið niður. Já, það það sem ég er að segja, að það getur orðið enn frekari svona, hættan þessi að
það sem hefur bjargað okkur fram að þessu að stórum hluta að innlend eftirspurn hefur aukist, að hún muni þá ekki koma með sama krafti aftur inn, til dæmis í ferðaþjónustu á Íslandi í sumar, og menn þurfa að hafa það bara í huga. Aftur á móti eru þetta fyrsta verkefni stjórnvalda þessa dagana að ná tökum á útbreiðslu veirunnar. Ég held að það sé ekki þetta alltaf að víkja sér undan því. Þannig að ef að svo yrði þá dýpkar náttúrulega kreppan og hér á landi og ef þið opinbera gengur ekki hraðar inn í þetta hlutverk sitt að halda uppi atvinnustigi með sínum eigin úrræðum. En á móti kemur við líka, þegar maður greina efnahagsástandið, að hugsa hvað er pólitískt mögulegt, og það er lán í óláni fyrir okkur Íslendinga að núna er kosningaár framundan, þar sem að tækifærið er ekki bara hjá opinberum starfsmönnum að leggja línurnar það hvað á að gera til millilangs og langstíma varðandi atvinnustefnu okkar á Íslandi, og hvert við stefnum með menntakerfið og svo framvegis. Annað svona mismat sem að má alveg benda á og til umhugsunar það að höfum við verið að verja, og ég veit mann ekki hvort við höfum talað það á þessum vettvangi, en það þetta, erum við að framleiða háskólamennta fólk í stórum stíl sem ekki fær svo vinnu á Íslandi, og flytja inn láglauna fólk, byggja atvinnulífið okkar á láglaunastörfum sem að tengjast ferðaiðnaði, en framleiða mannuð sem á að fara inn í allt aðra geira. Og þetta erum við núna í því pólitíska tækifæri þar sem við getum kannski snúið af þessari braut. Svo þetta líka spurningin það hver þorir að tala skattamálin og opinberu fjármálin eins og hann var að koma inn á, svo ég fari nú að halda áfram að grauta í öllum þessum málefnum sem hafa verið tæft fram að þessu, að þá þarf líka að hugsa til þess og læra jafnvel á sögunni. Við vitum nokkuð vel að eftir að við náðum tökunum á spænsku veikinni 1920, að þá beið okkar mikil hagvöxtur og mikil stemning meðal allavega hluta af popúlasjóninni. Ekki öllum löndum, en sannarlega Bandaríkin alltaf þekktasta dæmið, því það bara framleitt svo mikið af kvikmyndum frá þessum tíma þar. En það getur hugsanlega, það þá millilangur tími sem við erum að horfa til. Og þá hættan auðvitað svo að þeir sem hafa mist atvinnu, ef að strúktúrbreytingarnar eru í grundvallar atriðum erfiðar að takast á við, að þetta varðandi að framleiða ekki rétt vinnuafl fyrir okkar kerfi, að þá getur auðvitað sjáum við frekar svona bil myndast á milli þjóðfélagshópa sem óefnilegt og bara ávísun á óstöðuleika bæði pólitískan og efnahagslega. Ólafur, þetta hljómar svona eins og að kórónusamdrátturinn hann alvarlegt högg, en núna raunverulega komin tíminn þar sem að eru endalaust tækifæri fyrir stjórnvöld að gera mistök til þess að framlengja kreppuna, dýpkana, láta hana verða til þess að auka ójöfnuð og óstöðuleika. Nú erum við fyrst komin inn á hættusvæðið. Er það réttur skilningur hjá mér á því sem þau eru að segja? Það er kannski það eru margir dýnamískir ferlar í gangi. Við talað COVID sem högg, þá COVID kannski högg í kannski svona tvennum skilningi. Í fyrsta lagi var það högg augljóslega á framleiðslu og eftirspurn, og þess vegna varð kreppan eða samdrátturinn, hvað sem ég vilja kalla þetta, eins mikil og hann rauninni varð. En COVID var líka höggið sem hraðaði mjög á undirliggjandi ferlum sem voru að gerast í hagkerfinu. Þessir undirliggjandi ferlar sem ég að tala sérstaklega eru til dæmis sjálfvirknivæðing og breytt eftirspurn á því hvað vinnuafl fólks notað í og hvers konar vinnuafl eftirspurn eftir. Og bara sem dæmi, þetta hefur miklu meiri
í rauninni áhrif heldur en svona maður átt að segja á alveg 1, 2 og 3. Bara sem dæmi get ég sagt ykkur að laust skrifstofuhúsnæði í New York hef síðan á síðasta ári það jókst 80%. Það fór úr 1 milljón fermetrum í 1,8 milljón fermetra. Og ástæðan fyrir þessu að fyrsta lagi þá var atvinnuleysi og öðru lagi þá eru fyrirtæki núna að átta sig á því að þau þurfa ekki að vera með jafn mikið af skrifstofuhúsnæði áður. Og fólk líka, stjórnendur fyrirtækja, eru líka að átta sig á því að það þarf ekki jafn mikið af fólki og áður til þess að framleiða það sem fyrirtækin voru að framleiða áður. Meðal annars, vegna þess að ferlar innan fyrirtækjana eru núna sjálfvirkir. Og það einfaldlega bara búið að sjá til þess að það tiltölulega einfalt innan gæsalappa ef maður kann sitt fag að einfaldlega að sjálfvirkni væða sitt eigið starf og gera sjálfan sig atvinnulausan innan gæsalappa. Einhver annar getur gert það augljóslega og vanalega það þannig. En ég held að það sé alveg rosalega mikilvægt að fólk átta sig á því að mörgum sinnum þá höfum við farið í gegnum einhverju svona iðnvæðingar eða svona industrialization gegnum tíðina. Og venjulega hefur það leitt til þess að það hefur aukist í framhaldinu af því eftirspurn eftir vinnuafli. En við verðum átt okkur á því að eftirspurn eftir vinnuafli hún breytist og til þess að mæta eftirspurninni eftir þessu vinnuafli þá erum við til dæmis að breyta og það kemur inn á punktinn sem Gylfi var að tala menntakerfinu. Það sem dæmi í dag það er mun mikilvægara að þekkja forritun heldur en bara fyrir 10 árum síðan, bara sem dæmi. Við erum að ráða núna í bara svona stúdenta inn í teymið hjá okkur og þegar ég að fara ekki inn í ferilskrána hjá fólkinu þá kannski 50-60% af stúdentunum sem nýskrifaðir, bara nýútskrifaðir með bachelors, bara með BS-gráður og eitthvað. Það fullt af þessu fólki veit forritun upp á hár. Og þetta fólkið sem virkilega eftirspurn eftir, bara sem dæmi, hjá okkur allavega. Og ég veit að hjá mörgum öðrum fyrirtækjum þetta líka sem staðrind. Og þetta hluti af því sem einmitt Gylfi var kannski að koma inn á. Og það í rauninni þörfin fyrir það að sjá til þess að menntakerfið getur búið til vinnuafl sem eftirspurn eftir í framtíðinni, bara sem dæmi. Svona hættulegasta, eða svona það sem svona óþægilegasta statistíkin sem ég sá nýlega, það var það að fjöldi hesta í Bandaríkjunum toppaði í kringum 1910 eða svo. Og síðan þá yfir næstu kannski svona 50 ára eða svo, þá dró úr fjölda hesta í Bandaríkjunum einhver 80%, 70-80%. Einfaldlega vegna þess að eftirspurn eftir hestum sem vinnuafli var ekki jafn mikil. Og þessir hestar, innan gæsalappa, vinnuhestar, þeir voru náttúrulega bara breyttir, þeir breytist yfir í bíla. Og í dag vandamálið það að við verðum að breyta okkur yfir í það sem eftirspurn eftir. Og þetta líka kemur inn á punktinn sem Ásgeir var að minnast á og Guðrún líka varðandi það hvernig þið ætlið að skipuleggja opinber fjármál í framtíðinni með þetta í huga. Það mjög líklegt að það verður að bæta ekki bara menntakerfið sjálft, heldur líka endurmenntunarkerfið sjálft. Þannig að þessar breytingin núna miklu hraðari heldur en hún hefur verið í síðustu skipti sem iðnvæðingar hafa átt sér stað. Þannig að ég sem dæmi, ég kannski 30-35 ár eftir á vinnumarkaði og ég nú þegar orðin hálfgerð risaðilega þegar kemur að því að horfa á þekkinguna sem það liggur við ég segi krakkana sem við erum að hafa yfir að ráða. Og ég verði einfaldlega bara að vera á mínum eigin tám til þess að sjá til þess að það sé eftirspurn eftir mínu vinnuafli í framtíðinni. Og þetta held ég bara kannski það alvarlegast sem verðum eiginlega að hafa í huga og þetta líka, það verður einhvern veginn að spinna þetta saman eins og Guðrún var að segja. Það ekki hægt að segja, það ekki bara hægt að pæla í þessu sem einhverjum svona silos sem þróast sjálfkrafa og á sjálfstæðan hátt innan
innan kerfisins sem heildar. Það verður líka að sjá til þess að það sé einhvers konar flæði af upplýsingum og samstarfi á milli þessara þátta og þá ég sérstaklega til dæmis að tala endurmenntunarkerfið, menntunarkerfið, samstarf sem sagt, fyrirtækja og hins opinbera og menntunarkerfana og á sama tíma verður að sjá til þess að það sé í rauninni bara nægilega mikið af endurnýjun innan gæsalappa, af vinnuafli innan hagkerfisins og það erum við, einfalt. Ég hef ekki miklar áhyggjur af 2021 af þessu ári, ég hef áhyggjur af 2025 og 2030. Ofan á þetta allt saman kemur síðan loftslagsvandamálum og slíkt. Það ekki við, þú lýstir göngu eftir sléttu í upphafi og núna komið ljós að þessi slétta mjög háskaleg, þarna alls konar bæði gömul grimm dýr á eftir okkur og svona óvissa og svo eitt sem svona gegnum gangandi hjá okkur að það þurfum við eiginlega að skipuleggja viðbragðið en við erum að koma kannski út úr tímabili þar sem að það hefur ekki verið kannski ekki þótt góðs latína að einhver sé að skipuleggja hvers konar störf þarf að mennta fólki til að gera það þurfum að ákveða hvernig við ætlum að hafa ferðaþjónustuna svona undanfarni ár og áratugi þá hafa hlutinni bara gerst eins og þeir gerðust og það hefur þótt vera bara allra besta mál að láta hlutina bara ráðast því að það hefur verið efasemdur að einhver sé þess kominn að geta sagt til að hver þörfin verður það ekki, þannig að við erum kannski þetta líka svona spurningum að við erum ekki kannski alveg svona mentali undir það búin að svara þessu þrautum sem að þeir eru að leggja fram hér. En það endaði nú ekki vel. Fyrst var það bankaævintýrið sem var stjórnlaust og endaði ekki vel og síðan kemur túrismi eftir og áður en COVID kom þá var hann að draga saman hratt og atvinnuleysið að vaxa og þetta hefur ekki gefist vel að passa ekki upp á hlutina. Svo kannski núna eftir þessi 2 ævintýri tími til þess að breyta þessum tak. En það sem Ólafur að segja mikið til í því að tala silos, að það einkennandi fyrir svolítið merkilegt sem að lítið samfélag. Hvað lítið samræða á milli aðila? Bara ef við lítum bara menntakerfi, þá það grunnskólarnir. Það eitt kerfi. Síðan tekur framhaldsskóli við samræðu þarna á milli held ég að geti verið miklu meira síðan háskólan alveg sér og tækniskólanum þetta kerfi ekki samhægt til dæmis að var stytt framhaldsskólanum 1 ár fyrir nokkrum árum síðan afleiðingarnar því það hefur einhver áhuga á því veist hvað gerðist af hverju var það gert við erum bara að tala menntakerfi hérna tala ekki ef við ætlum að samhæfa menntakerfið við atvinnulífið, hvernig sú samhæfing á sér stað. Og svo, þegar maður kemur inn í efnahagsmálin, bara samhæfing á milli peningastefnu og fjármálastefnu og stefnu í hvernig á stíga við atvinnuvegi. Það væri svo gott ef þetta væri spilað saman, sem vel hægt að gera og tala saman. Því allir vilja það sama, velferð hérna sem allra mest. En það hefur skort á slíkt. En var það ekki Gylfi hagfræðistofnunin hjá ykkur upp í Háskóla Íslands sem reiknaði það út að þjóðhagslegu sparnaður af því að stytta menntaskólanum 1 ár væri x margir milljarðar? Svo ég ekki svo fróður að vita, en það þetta sparast á rekstrarkostnaði framhaldsskólana, en svo eru áhrif á hvað gerist með krakkana sem að klára núna eru ólíklegri til að halda áfram námi eftir 19 ára aldur af því að þau fá þetta eina bónusár sem allir segja geti nota í ferðalög og vinnu koma það aftur í einhvers konar námi eða þjálfun hvernig brottfalli hérna upp í háskóla hjá þessum nefndum við þá sem voru í 4 ár allt þetta Já og sko líka og verið að rannsaka en það bara, þessu skýtir það gerð svona breytingi á framhaldsskólakerfinu. Það ekki þá samtímis gerð breytingi á grunnskólakerfinu
til þess að bæta upp þetta eina ár, af því að við vitum þetta ekki til eins og í Englandi, þar sem að krakkarnir eru kannski 1 og 2 árum á undan í grunnskóla, íslenskum krökkum, þau geta lokið framhaldsskóla fyrir, af því að grunnskólan er miklu erfiðari. En ef maður hefur grunnskólan eins og hann var en stýttir í, það vantar alltaf hugsun í heildarkerfi, finnst mér, og ég held að sé rétt, og afleiðingarnar koma svo í ljós. Og það ber engin ábyrgð á afleiðingunum. Það er bara að gerast, það er bara einhverju krakkar sem verða illa úti. Og ég nefna annað dæmi að fyrir nokkrum árum að þá var öll iðnmenntun og tæknimenntun í landinu færð yfir til samtaka atvinnulífsins. Þetta er ekki samtakana sjálfra, heldur samtaka iðnaðarins og fleiri svona samtaka sem átti einmitt að tengja það við atvinnulífið, en það er ekki raunin. Það er eiginlega engu betri staða á iðnmenntun í dag og hún er jafn mikil svona hortgerling og hún hefur verið. Og það er eiginlega enginn sem að er að tala um að það sé einhver ávinningur af þessari aðgerð sem að var bara fyrir örfáum. Það er annað augljósara dæmi, sérstaklega líka Gunnar, og það er til dæmis geðheilbrigðisvandamálin sem eru núna að grassera hægt og rólega vegna aukins atvinnuleysis í hagkerfinu. Hægt og rólega munu þessi vandamál síðan leiða til aukins þrýstings á bara heilbrigðiskerfið sem heild. Og það væri tiltölulega auðvelt að draga úr þessum vandamálum með því að bjóða fólki upp á einhvers konar tryggingu af atvinnu. Ef fólk hefði áhuga á því. Þess vegna atvinnuframboðstrygging nákvæmlega það sama í rauninni eins og lágmarksframboð af heilbrigðistryggingu. Og ert að sjá til þess að fólk hafi í rauninni þarna einhvers konar svona bót í rauninni sem getur í rauninni haft allan eitthvað á meðan það er að endurmennta sig eða allan bara reyna að finna aðra vinnu, og á sama tíma áhrifin, önnarar umfyrir áhrifin eru miklu minni, neikvæðu áhrifin eru miklu minni vegna þess að það er boðið upp á þetta. En fólk, eins og Gylfi segir, það horfir ekki á heildarmyndina. Ef ég má fylgja þessum 2 punktum eftir, bæði IMF og OECD eru búin að segja þetta að spara of mikið núna getur leitt til mun meiri kostnaðar síðar, og þess vegna eru þeir að hvetja til ekki sparnaðar heldur aukina útgjalda núna til að fyrirbyggja miklu dýrari kostnað, sama hvort að það er kostnaðurinn af atvinnuleysinu eða heilbrigðisvandanum sem af því hlýst eða menntunarvandanum, og ég ætla að segja 2 punktar um það, að því ég var með börn í menntaskóla í Svíþjóð þegar fluttum ykkur á þessi breyting var gerð, og það voru jafnmargar vikur á 3 árum í menntaskólanum í Svíþjóð eins og á 4 árum hér. Við styttum hann úr 4 árum í 3, en við bættum við 1 viku per ár, þannig við styttum hann 10 vikur í heildina á menntaskóla stúdentsgráðunni. Þetta er náttúrulega svo léleg starffræði kunnátta, eða að reikna það út að það sé þjóðhagslegu sparnaður upp á milljarði með að stytta ár til að hafa jafnmörg ár í útlöndum og geta ekki talið vikunar sem að kennt í útlöndum per ár og haft þær jafnmargar hér á landi. Og þá færð þú náttúrulega bara lélegri stúdenta inn í skólan til þín, Gylfi minn, það er bara augljóst ef maður kann að telja. Já, það þyrfti að breyta einhverju öðru, eins og að lengja skólaárið eins og þú segir, eða gera meiri kröfur í grunnskóla, eða það var fyrsta árið í tæknimenntun eða bóknáms, háskólamenntunni að meira almennt nám til þess að bæta hitt, en þú veist, það þarf að hugsa málið til enda. Og ég held, svo ég komi nú með jákvæða punkta líka, úr jólaboðunum, ég hitti svolítið eða úr íþróttunum, ég stundi ekki íslenskar íþróttir, svona bolta skringilegar íþróttir, þannig að það töluvert að innflytjendum með mér íþróttum, sem urðu atvinnulausir mjög fljótt, þeir komu úr ferðaþjónustunni, þeir voru í haust. Það eru íþróttir bara í útlandum. Hvaða íþróttir? Það er svona siglingar og kínverst sígóng og svona, og hérna... Bolti. En það er ekki mikið Íslendingum hana, það er töluvert útlendingum, og þau eru búin að vera mjög illa stödd í haust þegar við höfum mátt koma í tíma, tapa vinnunum skyndilega, ekki vita hvar
Vinnumálastofnun eða ég verði að hjálpa einhver svona. Núna eru þau meira meina komin í íslensku nám upp á Bifröst og eru bara í góðan gír, mörg þeirra sem ég heiti, að hérna eru að vinna sig út úr þessu og taki eftir útlendingarnir fengu miklu margfalt meira atvinnuleysi á sig heldur en Íslendingarnir, af því að þeir voru bæði með meira atvinnuþátttöku og voru í vinnu sem var atvinnulaus. Þetta eru skýrslu ASÍ hérna hópsins. Og eru þau að nota þetta ráð sem að ríkisstjórnin kynnti að þú gætir tekið eina önn í viðurkenndu námi? Er þetta íslensku nám, var það hluti af því? Já, ég ekki alveg, ég bara frétti þetta í dag, þú veist, og hann var bara að flytja á Vestfjörðum upp á Bifröst og bara byrja í íslensku námi, rosa ánægður, ensku og íslensku og fleiri, sko. Þannig að það er einhver af svona úrræðanum að virka og eru góð og eitthvað nú gott úr breytingunni í iðnnáminu, Gunnar Smári, þó að sko hafi náttúrulega verið hræðilegt að gefa eignir hins opinbera alla Hefilbekki og úr iðnskólum landsins inn í einhverja einkastofnanir, en látum það liggja á milli hluta. Hitt sem áhyggjuparturinn sem ég heyrði úr öðru jólaboði frá lækni úr geðheilbrigðisþjónustunni að hann og þá ég ekki að tala innflytjendur sem menn eru hræddir að sé að fara að misnota sér bætur. Því þeir eru duglegir held ég að koma sér út í vinnu og starta nýjum fyrirtækjum. En hann var að segja mér þar læknirinn í jólabóðinu að það sé svo mikil aukning í fólki tvítugt sem bara hafi það sem karrierin sinn að fara núna inn á örorku. Það sé svo viðtekin svona sátt það í einhverjum hópum sem hann er að fá til sín sjúklingur. Ég veit ekki hvað ég má segja mikið svona jólabóðum, en þetta náttúrulega býr til úr atvinnuleysinu og svona rosaleg ekki bara útgjöld fyrir ríkissjóð heldur skaða á hvað kallar maður human capital, mannauðnum í landinu. Ef við erum með bara einhver rangt struktúrera menntakerfi þar sem að fólk finnur sig ekki að gera og sér þá heldur ekki atvinnumöguleika og þá þetta bara að fara til í einhverja svona línu. Ég bara heyrði þetta í jólabóðinu, en ég held sko að við þurfum að sjá möguleikana til drastískra breytinga í þessu ástandi og það verða held ég sko mun minni breytingar á þessu ári. Ég held að sumir sé að vona allt getur orðið 50 sumar í ferðaþjónustuna þegar komið bólum. Ég held að það sé stórlegt ofmat, en ég held að menn sé að vanmeta hinar miklu breytingar sem munu verða á þjóðfélaginu á næstu 3 til 5 árum út af þessu. Út af þessu sem að niðursveiflan eða allar umbyltingarnar þá að tala með róbótavæðingu öllu því sem að til sem að var byrjað nota bene, sko, kreppan var alveg byrjuð í ferðaþjónustu áður en þetta COVID kom. Það var búið að endurskoða fjármálastefnu 2019 þegar Vá fór á hausinn. Atvinnuleysi var alveg komið tvöfalt upp úr 2,5% upp í 5%, eða 4,5%, svo fer það fyrir COVID, svo fer það við COVID úr 4,5 upp í 8 til 10. Þannig að við vorum í mjög slæmum málum á umhverfissviðinu, á ferðaþjónustusviðinu, á atvinnuleysissviðinu, á menntakerfinu, áður en COVID kom. Það sem COVID gerir að það sparkar svo illilega í rassinn á okkur eða skellur okkur í gólfið og sumir fara illa út í því en núna punkturinn minn sá, núna verðum við að taka okkur almennilega tak í umhverfismálum, í skipulagi ferðaþjónustu, í skipulagi menntakerfisins, í hvernig við höfum atvinnuleysiskerfi, hvernig við höfum endurmenntunarkerfi, alla þessi punkt sem við segjum. Við verðum bara breyta í drastist. Ég verði að hjálpa mér að skilja. Þið lýsið stöðunni þannig að það séu endalausar áskoranir og margar sem voru orðnar aðkallandi fyrir COVID en COVID dregur mikið fram. Og sem ég bendi á að við höfum nú kannski ekki lært, við vorum með bankabólu og hún sprakk og vorum með ferðamannabólu og hún sprakk og hvað það sem segir að við séum að fara að læra eitthvað þessu núna, þá verður bara við verðum bara að gera það og þannig að það sem við erum að labba eftir þessari sléttu í botninum á auðinu, þessi óarga dýr fortíðarinnar á eftir okkur og áskorunni framtíðar. Áskorun framtíðarinnar. Var þetta óarga dýrið? Þið afsakið þetta?
allt í gólfið bara. Já. Allt í góðu. Er ég að koma inn? Þú ert óslasaður. Já, ég er óslasaður, fyrir ekki. Varst Ég var að leggja áherslu á orðin. Varst af stólnum eða síminn sem allt í gólfið? Já, ég bara rak mig í snúruna. Og þið segið að við verðum að gera þetta og við verðum að gera þetta og svo þegar mér eitthvað merki að við séum að gera það. Nei, það er nú ekki merki það. Og ég spyr, þú veist, þó að við verðum að gera eitthvað, þá er ekki þar með sagt að við munum gera það. Það er ekkert sérstakt sem bendir til þess í nýliðnum árum og kannski ekki eins og síðustu áratugum að sko samfélagið okkar eða stjórnmálin okkar eða bara umræðan sé þess búin að taka við svona áskorunum. Hvort er það þannig að þið eru bara ekki almennilega jarðtryngd inn í íslensk samfélag, inn í svona eins og hvernig það virkar, hvernig ákvarðanir eru teknar hérna. Það er ekki alltaf teknar út frá því hvað er mest aðkallandi, heldur eru oft teknar bara út á því hvað sá sem er með völdin, hvað hann vil gera helst hverju sinni. Þið talið svolítið út frá einhverju svona líkani, svo ég stríði nú á hagfræðingunum, það að stjórnvöld bregðist átómatískt við mest aðkallandi verkefnunum. Það bara er ekki þannig. Þannig að ég fæði svona tilfinninguna að við sem að fara að labba þessa sléttu, þar sem að sumir eru að grafast niður og aðrir svo veist svífa kringum okkur bara á loftbelg og hafa það brákjætt. Áskoranir sem að munum móta framtíð okkar, ráða miklum það hvers svona samfélag við munum búa við, hvernig börnin okkar munum hafa það, ákvarðanir það er bara að líða hjá, eða tíminn til þess að taka það munum líða hjá, en það mun ekkert gerast. Og vegna þess að þeir sem að stjórna því hvaða vandamál er tekist á við, er fólkið í loftbelgjunum sem svífur þarna. Að þau sem eru að ganga eftir sléttunni og eru að grafast undir, þau hafa ekkert aðkoma að því að segja hvernig eigi að haga menntamálum, hvernig eigi að haga atvinnuuppbyggingum, hvort eigi að taka upp. Ólafur er búin að vera að nefna atvinnuleysis trygginguna sína, atvinnuframboðstrygginguna núna í 10 mánuði. Ég heyrði daginn, hann nefndi hann einhver í almennu umræðu og ég var rosalega glaður, en miðað við þennan gang myndi ég gíska á að þetta yrði svona hluti af meginstraumsumræðu á Íslandi svona 2035. Þá er löngu liðins á tími að hún myndi gagnast. Og Guðrún, verðum núna raunsæ. Já, ég var nú að Tíminn sem við erum að fara að labba í gegnum, hann er bara svona eins og ég er að lýsa. Já, ég deili bara þínum áhyggjum af þessu, Smári, og þar sem sagði ég að það er eitt að hafa einhverja sýn í efnahagslegu tilliti hvað að gera og hvað er pólitískt mögulegt. Og núna er það þannig, og það er ákveðið lán í óláni, að það eru kosningar ár og þess vegna bendi ég á það með pennum hætti að það er ekki bara bjúrókratar í ráðuneytum sem ættu núna að vera að skoða gögn og pæla í trendum og kokka upp viðbrögð, efnahagsleg viðbrögð í ráðuneytunum, heldur heyrir það líka núna upp á stjórnmálaflokka að gera það með vönduðum hætti. Þetta er sagan ekki alveg að styðja við það að hér sé efnahagsstjórnunin vönduð og mörkuð af svona yfirveguðum greiningum á efnahagstölum eins og við erum auðvitað að ætlast til að svona sé. Og við auðvitað erum kannski bara þjálfuð með þeim hætti og vinnum í þenni vinnu að við gerum þessar kröfur en það er alltaf jafn mikil vonbrigði að sjá að þessar kollsteypur koma virðist vera yfir okkur Íslendinga trekk í trekk og það virðist vera meiri sveiflur hér, efnahagssveiflur sem að við erum auðvitað alltaf að reyna sem hagfræðingar að benda á atriði til þess að draga úr sveiflum, hafa jafnan og stöðugan vöxt yfir tíma þar sem að hagsaldin kemst til flestra og helst allra. Þannig að þetta er alveg rétt sem þú segir hvers vegna til dæmis nú hef ég aðeins skoðað aðeins að ég ætla að taka orðið alveg yfir að maður heyrir sögur náttúrulega og svona hér segjum það hvernig ákvörðunir eru teknar til dæmis á Norðurlöndum og ég heyrði talað jólaboðin, ég heyrði eina ágæta sögu af því hvernig ákvörðunir eru teknar í fangelsismálum í Danmörku. Það er bara tölfræðileg líkön sem maður er notuð til þess að ákvarða það hvaða tegundir af föngum eru líklega til þess að berast inn í fangelsisstofnunina og þá eru byggðir sérstaklega kjarnar inn á fangelsunum, það er rauði kjarnin og guli kjarnin og blái kjarnin og svo er bara nægilega stórir kjarnar til þess að taka á móti þessum
þessum brotamönnum sem að bara séð og auðvelt í rauninni, tölfræðilega auðvelt að reikna út hvernig þeir eru. Eins má benda á sama aðferð má nota til þess að ákveða það hversu margir hjúkrunarfræðingar þurfa að mentast yfir tíma, hversu margir læknar, hversu mörg hjúkrunar rými þurfa að hafa og svo framvegis. En bara okkur hefur ekki farnast til þess að láta efnahagsstjórnina stýrast með faglegum og faglegum hætti og stillt inn í eða studd af raunrannsóknum og tölum. Ólafur, vilt þú halda áfram með þetta? Það hefur verið nefnt hérna til dæmis breytingin á framhaldsskólunum sem líklega stærsta breyting í íslensku menntakerfi síðustu 10, jafnvel 20 árin. Það var ekki eins og rétt reiknað vikufjöldin. Það var ekkert gert undirbúið að hvernig háskólan ætti að taka við þessu, það var ekkert undirbúið hvernig grunnskólan ætti að skilja þetta af sér. Gylfi gagnrýndi það mjög hérna síðastliðið vor að þegar það var ákveðið að opna landið aftur fyrir túrismannum, að það hafði enginn haft fyrir því að reikna út hver væri raunverulegur þjóðhagslegur hagurinn af því að gera það í samanburði við að gera það ekki. Þannig að líkurnar að þegar þið teljið upp bara öll stærstu úrlausnarefni mannkyns og ætlið að leggja það á íslensk stjórnmálafólk og stjórnsýslu og íslenska umræðu að finna lausnir á því. Ég verð ekki bjartsýnn svona upp á árs. Mér finnst þetta eins og við sem að fara bara að verða undir einhverjum altar. Já, ég er óþolandi bjartsýnismaður, verð ég að viðurkenna. Þú byrjið í Sviss, sko. Já, það er kannski auðveldara fyrir mig að svona ég sé allt með gestsögunu, skulum við orða það. Sko, það er eitt sem kannski er ákveðið að hafa í huga. Það er það að blessunarlega þá þurfa Íslendingar að uppfylla ákveðin skilyrði til dæmis loftslagsmarkmið, sama hverjir í stjórn. Það verður ekkert undan hjá því komist. Og í öðru lagi þá er blessunarlega einmitt kosningar. Og blessunarlega þá er það einmitt fólk sem kýs fólk inn á Alþingi sem í rauninni þannig að sé ræður innan gæsalappa. Ég er svolítið hrifinn að því líka hérna hvað það er oft beinar þjóðaratkvæðagreiðslur. 3-4 sinnum á ári þá eru þjóðaratkvæðagreiðslur kannski 2, 3, 4 málefni í hverju sinni. Og ég er líka hrifinn að því hérna að hið opinbera Sviss er svolítið sérstakt samfélag í rauninni. Þetta er svona ordoliberal samfélag. Það eru reglur allt, en svo lengi sem þú heldur þig innan reglana þá máttu í rauninni gera það sem þú vilt. Og það er svolítið sérstakt hér líka, sko, einmitt vegna þess að það er góðu skilningur á því hér að þú mátt kannski gera það sem þú vilt, svo lengi sem þú hagar þig innan reglana og svona því sem er samfélagslega samþykkt. En hið opinbera hikar ekki við það að stýra markaðnum í þá átt sem hið opinbera sem eru kjósendur vill að markaðurinn eigi að fara. Og sem dæmi þá eru skattaívilnanir fyrir lífeyrissjóði til þess að byggja húsnæði og það er hátt sorphirðugjald og það eru skattar á bíla til að minnka mengun og það er mikið líka af opinberum styrkjum til fyrirtækja til þess að stunda nýsköpun. Og þessi nýsköpunarfyrirtæki eru fjölmörg og þau líka sjá til þess svona hægt og rólega að það sé eftirspurn eftir fólki til þess að vinna í viðkomandi fyrirtækjum. Og ef Svisslendingar sjálfur eru í rauninni kannski tilbúnir til þess að skipuleggja hagkerfið á þennan hátt, þá held ég að Íslendingar ættu að íhuga það líka. Má ég hoppa inn, Gunnar? Ég held sko að, ég veit ekki hvort ég sé svona overbjartsýnn eins og Ólafur, en ég held sko að ég marka svona vissa breytingu. Það var grein til dæmis í Kjarnanum eftir Stefán Ólafsson sem hefur verið með okkur hérna, hvað ekki Gylfa. Kreppan kallar á breyta pólitík. Og ég sá á Facebook þó það hafi verið áramót heitið að hægt að vera og mikið þar að sko Ólafur Þ. Harðarson, annar prófessor og kollegi þeirra beggja, tóku undir þetta að nýfrjálshyggjan sé dauð sko. Ég byrjaði að bregðast við þessu held ég hjá þér á útvarpi Sögu fyrir kannski 2-3 mánuðum, Þorðin og Valla
að snerta þetta stórhættulega orð þá að því ég var starfandi upp í háskóla, en eftir að ég frelsaðist og kom út úr háskólanum, þá þorði ég að fara í þessa svona herferð gegn því að tala upphátt það sem enginn þorði að segja, að nýfrjálshyggjan hrundi í fjármálahruninu og hún dauð, og núna eru bara svona ráðsettir og fínir prófessorar í stjórnmálafræði, félagsfræði og jafnvel hagfræði bráðum kannski. Ég struflaði aftur Ásgeir, því að ég nefndi áðan að hvað Ólafi gengi hægt, hann búinn að fá eina tilvitnun í atvinnu framboðstrygginguna sína. Þú ert búinn að vera í 3 ár og þú ert búinn að ná Stefán Ólafssyni og Ólafi Þ. Harðarsyni. Já, nú gerist þetta miklu hraðar. Við býtum bara hvort að Gylfi staðfesti ekki á eftir að nýfrjálshyggjan sé löngu dauð. Punkturinn sá að COVID hraðar svo öllum þessum vanda og setur innyflin upp á yfirborðið og það ekki hægt að þykjast lengur eins og menn gátu gert síðastliðin 10-12 ár. Það ekki hægt að þykjast halda að við gerum þetta aftur eins og síðast og nú förum við að seljum banka og einkavæðum hann og eitthvað svona. Ég meina, forsætisráðherra er búinn að segja það engin hlandsprengur í að selja bankan og sumir vilja það kannski, en ég meina, pólitíkin mun snúast þetta. Og ég meina að Bretland að stofna, setja á fót þróunarbanka ríkisins. Ég meina, við þurfum að fara að tala svona hluti. Ég stakk upp á þessu í grein, það reyndar, það kemur ekkert mikið umræð það þegar maður setur svona svakalega hugmynd fram, að það ætti mögulega að setja á fót þróunarbanka ríkisins, sem var gömul hugmynd. En sko, það snýst bara að það þarf að búa til einhverja balansít, einhverja efnahagsreikninga sem geta tekið við eitthvað af þessum skuldum og peningum og það þarf að koma peningunum í rétta vinnu og byggja upp rétta hluti og þetta verður að vera umræðan allt þetta nýbyrjað ár fram að kosningum og svo fara í aksjón eftir kosningarna. Ég kannski alltaf grægn að vera bjartsýnn á það, en ég meina, það hefur aldrei verið eins mikið tækifæri til að breyta þjóðfélaginu eins og núna. Og pólitíkin verður að takast á það. Er ósanngjarnt að mér að vera að stilla þessu upp svona eins og þessi spurningum svona mentalitet í samfélaginu, hvort að það sé undir það búið að taka á þessu, því að ég leyfi mér að spyrja einhverju hagfræðingarna þessu vegna þess að hagfræðin allt ekkert óviðkomandi. Ég held að þetta þjóðfélag, það mikið dýnamík og drift í því. Ég held að það sé vandfundið samfélag 350.000 manna sem svona kröftugt í að búa til fyrirtæki. Við erum með symfóníuhljómsveit og leikhús og hátækni fyrirtæki og það er mjög flott samfélag til leyti. En það sem við erum að tala er umgjörðin. Þegar þessi nýja tækni kemur, tölvutækni sem gerir mann að kleift að vinna í útlöndum eða mæti ekki vinnu og störfin hverfa og allar þessu umbreytingar verða, þá vitum við að það verða til fyrirtæki sem notfæra sig þetta. Það sem að skiptir máli að umgjörðin sé í lagi þannig að við þrífist. Við lendum ekki í þessum kollsteypum. Það sem er mikilvægur hluti af þessar umgjörð sem hefur skort, bæði í ferðamennskunni, í bankaævintýrinu og núna í COVID ástandinu, er að láta komið í veg fyrir að fyrirtæki gangi á almannagæði. Það sé að fyrirtæki verða til. Þau ber ekki ábyrgð á almannagæðum. Þau eru bara ber ábyrgð á sínu starfsfólki og svona veist. En umgjörðin sem þarf að skapast, það er bæðið að hjálpa þeim með vinnuafl og menntun og slíkt, en líka að setja skorður. Þannig að þau gangi ekki á sameiginleg gæði sem síðan leiðir til einhverja kollsteypu síðar. Og þess vegna get ég nefnt sem dæmi, bankaævintýri. Það byggðist á lánstraust ríkissjóðs. Ef maður einkavæðir viðskiptabanka sem er greiðslukerfi landsins. Þetta er greiðslukerfi sem að ríkið mun aldrei að leyfa að fara á hausinn eða getur mögulega að bjarga þessu bökum. Og svo ef maður er bankastjóri kerfislega mikilvægs banka og með þetta útlandaábyrgðir lán, þá fer maður að lána miklu betri kjörum heldur en maður fer sem einstaklingur. Og það var tekið svo mörg lán og svo mikið að lánum, svo 1000 milljarða. Í lokin var lánshæfi ríkissjóðs. Þessi sameiginlegu gæði sem voru lánshæfi ríkissjóðs sem fóru
forgörðum. Í ferðamennskunni eru sameiginlegu gæðin þau að erlendir ferðamenn gátu komið hingað og verið í náttúrunni án þess að væri kraðvarga fólki í kringum þá. Það var svona einstakur staður að fara á. Þegar þú tekur 2 milljónir manna inn á ári og allir fara Gullfoss og Geysi, þá eru reynslan allt önnur. Svo þarf að hafa einhvert kerfi til þess að þessi ytri áhrif skemmi ekki þessi almannagæði. Og COVID alveg nákvæmlega það sama. Ferðageirinn, ekki af því að þetta er bara fólk sem rekur sín fyrirtæki, en það krefst þess að landið sé opnað. Sameiginlegu gæðin sem voru þar undir heilsa okkar. Það við getum farið út í búð, við getum hist, það að aðrar atvinnugreinar geti þrifist. Og þá þarf umgjörð. Þannig að þessi eina grein skemmi ekki fyrir öðrum. Og það sem ég hef mestar áhyggjur á næstu 8 mánuði það að bóluefni kemur smám saman. En næsta sumar verður ekki í lagi hérna væntanlega, vonandi verður í lagi, en væntanlega verður ekki í lagi þannig að við séum að bólusett. En það verða kröfur að opna landið upp á nýtt fyrir ferðamönnum. Og þá erum við aftur komið með þessi almannagæði. Hvernig verður þetta samfélag? Ef við ætlum að opna, við erum núna hérna í Skjóli, þá eru hérna örfá smit í dag, ástandi hérna núna er miklu betra. Bretland fyrir hörmungar ástand. Það er verið að loka landinu. Bandaríkin í hræðilegum málum, í Danmörku átti að herða núna eftir hádegi, ég veit ekki hvað gerðist, vegna þess að þessi nýji variant, þessi breska veira er komið þar inn. Svo við erum í Skjóli hérna og það skiptir máli að verja þetta samfélag til þess að börnin geti farið í skóla, svo unglingarnir verði ekki þunglyndir, svo hérna, við getum farið í vestur. Það er að verja þetta samfélag þessi 8 mánuði, til þess að við getum verið hérna, þessi sameiginlegu gæði, sem er ekki núna náttúrustykkisjós, það er ekki það að krafa hérna, mannþröng við Geysi, heldur það þessi sameiginlegu gæði að fólk geti hist, unnið saman, farið í skóla, og það þyrfti að vera núna, og ég skil ekki, ég skil ekki alveg, af hverju það er ekki pólitísk stefna næstu 8 mánuði að verja þetta samfélag. Fyrst við vitum núna, það sem við sem ekki síðasta sumar, við vitum það bóluefnið er komið, það er búið að samþykkja það, og bara fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3. Svo þetta er tímabundið ástand. Við vitum núna að það er hægt að halda þessi pest fyrir utan landi með því að passa upp á landamærin sem menn voru að draga í efa í sumar. Svo við vitum þetta. Svo það er augljós efnahagslegur hagur af því að varðveita þessi sameiginlegu gæði sem er að fólk geti lifa lífinu hérna innanlands með því að verja landamæri sem ætti að vera þá markmið nummer 1, 2 og 3 og auðvitað þurfa að vera líka sóttvarnir innanlands því að það getur alltaf komið eitthvað inn og það þarf að passa upp á hlutina innanlands en að sé meira við landamæri og minna innanlands en ekki hafa landamæri lek og svo getur krakkarnir ekki farið í skóla hérna innanlands. Þannig þetta er alltaf sama prinsip. Enga gerir sér sig, það er lifandi samfélag, það er fólk sem er með metnað og drift hérna og trúlega kraftmikið samfélag. Það þarf að passa upp á umgjörð þessara fyrirtæki á atvinnugreina. Þannig að fyrirtæki skemmi ekki hvert fyrir öðru og ein atvinnugrein skemmi ekki fyrir annari, eins og gerðist með bankana, eins og gerðist með ferðaþjónustuna og eins og gerðist í þessu COVID-ástandi í síðasta sumar þegar þessari pest var með því að passa ekki på landamæri fyrir 10 dögum of seint. Þessi smitt kom inn sem lögnuðu okkur hérna í allt haust. Ég ætla að halda áfram með sömu spurninguna. Þú nefndi dæmi bankana, hvernig þeir hérna misnotuðu almannagæði og fjalluðu almenning. Nú eru umræður það að byrja aftur að selja ríkisbankana einkaaðilum. Þú nefndir aðgangsstýringu á ferðamannastaði. Ég held að sú umræða hafi byrjað 2013 og þegar COVID kom þá var ekki komin nein niðurstaða í því raunverulega engin aðgerð sem að má eiginlega kalla að hafi verið svar við þeirri kröfum. Þannig að við erum alltaf við þessum sama stað. Það er alltaf verið að þylja upp það sem við þyrftum að gera, en svo er svo augljóst í samfélaginu og þú segir ég skil ekki, eða kannski skilur ekki íslensk samfélag. Ég get gefið skilninguna á því, þetta er út allan heim, lobbyismi, þegar það eru vel skilgreindir hagsmunir, þröngir hagsmunir sem hafa lobbyista, sem hafa tengslin í fjölmiðla, sem ég vil skrifa fréttirnar í fjölmiðla, sem eru viðtöl við á sjálfa. Ég var ótrúlegt, ég sé þetta að það eru greinar í blöðum
það sem við tökum einhver aðila og aðilarnir hafa sér viljað skrifa fréttinni sjálfir. Svona fjölmiðlar þetta. Svo bætist við þá tengslinn í pólitíkina. Það alls kyns fjármála tengsl þar inn í væntanlega en almenningur sem hefur hagsmuni af því að viðhalda þessum almannagerðum, hann tekur sig ekki saman. Þetta hagfræðilegt lögmál. Almenningur, hver einstaklingur, hann hefur ekki möguleika að hafa áhrif á þessa ákvarðanatöku. Hann fær ekki upplýsingar, það ekki, svo þetta allstaðar í heiminum, en maður sér þetta hérna mjög glöggt að í fámenni, en þetta þetta allstaðar, eins og Bandaríkin, allan lobbyisma sem þar, svo það ég held að það sé svarið. En stundum skilja samt ekki eins og núna þessa myndi, mér sagt, þú geta leiðrétt mig, að þegar maður kemur til landsins getur maður annarkvort látið prófa sig hvort maður sem COVID, eða sagt, nei, ég ætla ekki að vera í prófi, ég ætla bara að vera 14 daga heima hjá mér. Þetta ekki reglan ennþá? Mér sýst það. En aftur í ósköpunum, og svo var sagt, já, það bara 3%, hvort sem bara 3% sem neitt að fara í próf. En einn einstaklingur nóg, þess að setja allt hérna vorið í annan endan. Svo ég skil hagsmunina, ok, maður vil ekki neyða fólki að fara í svona læknisfræðilega rannsókn eða próf, ég skil það. En fórnarkostnaðurinn af því að þessi breska veira komin í landi núna, sem leggst miklu meira vist á ungt fólk, þannig að skólakerfið var í uppnám. En maður hugsar fórnarkostnaðurinn, af hverju ósköpunum, þetta veikt? Ég meina það þarf enginn að koma hingað, þú getur farið til samlandslands. Fordæmin mýmörg að þú getur ekki farið til landa í Afríku en maður láta sprauta þig fyrir hinum og þessu sjúkdómi, þú verður ekki að koma inn í landið en maður framvísa því. En byrju ég ætla að koma með auka spurningu til þín, Gylfi, sem var komið hérna fram í þættinum. Það sem Ásgeir nefndi, Ásgeir Brynjar, nýfrjálshyggjan dauð? Sko, ég veit ekki hvað það sko, ég meina, ef að nýfrjálshyggja það ef kapitalismin gangi án regluverks, án eftirlits, án umgjörðar, þá var það aldrei lífandi og aldrei dautt. Það bara, þú veist, einhver í ímyndun að kapitalísk hagkerfi, ég veit ekki, þú nefnt dæmi, Bandaríkin eða Singapúr eða það alls staðar einhver rammi. Af því að það sem kallast markaðsbrestir. Og í bankastarfsemi verða það mjög alvarlegir markaðsbrestir sem þannig. Ef þú einhver banka, þá það vitað. Ef hann kerfislega mikilvægur, ef hann hlekkist á, þá kemur ríkið til aðstoðar. Það bara því að ríkið mun aldrei leyfa kerfinu að fara á hliðina. Svo sá sér einhver banka, hann veit það, ef hann hagnast vel, þá það hans hagnaður. Ef hann fer á hausinn, þá það tjón samfélagsins. Það ekki að þetta fólk sé slæmt. Engan veginn. Þetta oft bara besta fólk sem í þessu. En þetta bara eðli mál samkvæmt svona. Þegar að maður tekur lán í banka, þá það þannig ef hann hagnast á lántökunni, þá hagnast það sjálfur. Ef hann tapar, þá tapar bankin. Ef þú séum með eigandar sem tekur lán í eigin banka, þá með tvöfalt. Það að segja, þá ef fjárfestingin mistekst, þá það bankin sem að tekur tjónið. Ef tjónið of stórt fyrir bankan, þá ríkið sem tekur tjónið. Sko, þannig að það hvati hjá þessum einstaklingum að taka mikla áhættu. Þess vegna þarf bankaeftirlit, því það eru markaðsbrestir til þess að vernda þessi almannagæði sem við tala það greiðslukerfið, það að skattborgarar verði ekki fyrir ómiklu tjóni. Þetta bara eðli mál samkvæmt. Þetta var svo kreppa mikla á 4. áratugnum. Þeir fóru í gegnum þetta allt saman. Þá setta reglur til þess að passa upp á að þetta gerist ekki aftur. Þess að ef nýfrjálshyggjan ég veit ekki hvað það ef hún svo að maður þarf ekki að hafa áhyggjur af neinu, allt sjáum við sem sjá, þá það misskilningur frá upphafi til enda. Já, en Gylfi, neoliberalismin ideológía, hugmyndafræðin sem einmitt á bakvið þetta sem þú varst að lýsa sem vandan sem þú skilur ekki hér á landi. Það að segja, menn trúa því að það megi ekki banna of mikið, það verða að leyfa þeim sem vil ekki fá pinnan upp í nefið að vera einir í 14 daga. Í Noregi, ég þekki krakkar sem voru að fara til náms í Noregi, þau voru búin að leigja sér Airbnb íbúð í 2 vikur þangað til þau myndu fá leigu íbúðina sína. Normenn sögðu bara nei, þið verðið á hóteli, úti við Gardermoen-flugvöll, í 2 vikur, við færum ykkur mat,
það kostar þetta. Við getum alveg sett svona reglur, en það einhver hugmyndafræði sem föst í kollinum á fólki og ég kalla hana nýfrjálshyggju, að því að hún lýsir sér nokkuð vel í neoliberalisma sem að grasserar hér og þar mun meira en í flestum öðrum löndum sem ég hef búið í og þekkt, sem felst í því að það sé eitthvað hættulegt og slæmt og vond við að setja reglur, annarkvort það hvort einhver fá að setja upp fiskeldi og fylla 500.000 tonn af laxaskít í botnin á firðunum okkar og svo kom allt í einu vörubílanir sem hefði verið mjög einfalt að reikna út ef maður kann smátalningu, ef maður setur upp 500.000 tonn af laxeldi þá þarf að keyra 500.000 tonn af laxi þegar búið að slátra honum í skipið út á flugvöll. Og núna eru vegirnir að hrynja undan þessum flutningabílum og nú á að fara að hætta að gera vegabætur þar sem eru banaslys fyrir okkur sem eru venjulegir ökumenn á götunum, að því nú þarf að fara að setja peningin í að byggja undir vegina sem eru að hrynja undan laxaflutningabílum. Og þetta út af því að það hugmyndafræði sem grasserar í landinu að það verði að leyfa öllum að gera sem mest frjálst því þá munum við öll græða mest í samfélaginu sem bara rangt. Og það það sem ég að meina, þessi hugmyndafræði út allan heim var mismikil á mismunandi stöðum en það orðið viðurkennt út allan heim að þessi hugmyndafræði er lífshættuleg, stórhættuleg, óhagkvæm, býr til ójöfnuð, býr til verra samfélag og það verið að breyta samfélagunum út allan heim. Spurningin hér á landi hvort mér ætla að lesa fréttir frá útlöndum og breyta samfélaginu í samræmi við að hætta að trúa á þessa úreldu hugmyndafræði eða hvort mér ætla að bara vera hissa á að samtök atvinnulífsins krefjist þessa eitthvað sko. Og selja aftur banka eins og síðan. Gylfi nefndi ítök hagsmunasamtaka og lobbyisma sem að ná sínu fram og þannig það kannski ekki nóg að fólk lesi blöð frá útlöndum ef það sterk öfl hér innanlands sem hafa hagað því að halda þeirri hugmynd lifandi að nýfrjálshyggjan sé á lífi og bera líkið á milli sín á alla fundi. Ég vil fá að heyra frá Guðrúnu örstutt varðandi nýstofnað samtök Transparency International á Íslandi. Sérstaklega varðandi svona gegnsæi varðandi hver á bak við lobbyisma á sig. Nei, þú verður að kveikja á þú mút sem að verður víst setning síðast ás. Já, það einmitt lítur að því þessum ramma og þessari umgjörð sem að við teljum hafa skort á hér á Íslandi að við höfum meðal annars og Evrópuráðið og OECD ríki, stofnanir innan þeirra hafa verið að benda íslenskum stjórnvöldum á það að þau hafi látið undir höfuðleggjast með að setja upp spillingavarnir á Íslandi. Og bara lítið dæmi að við þekkjum alveg þessi við þekkjum öll þetta svona spillingavísitölu sem kölluð eða Corruption Perception Index sem að Transparency International hefur haldið út í næstum því 30 ár og svona viðurkenndur mælikvarði á ástandi hjá þjóðum varðandi spillingu í stjórnsýslu, viðskiptalífi og löndum að það eru ákveðin tæki og tól til að draga úr spillingu og þar af leiðandi að búa til ramma í kringum heilbrigt viðskiptalíf meðal annars og stjórnsýslu og það eru þættir eins og vernd fyrir uppljóstrara, þeir sem að koma upp spillta hegðun, þeir sem að koma upp lögbrot og það sé svona eins og maður notar þetta fræga orð skjaldborg sé sett í kringum þetta fólk sem að hefur dug og þor og kjark til að segja sannleikann talk truth to power eða hvað þannig segja nú í Bandaríkjunum. Bandarísk löggjöf hefur gert ráð fyrir þessu mjög lengi og uppljóstrarar í Bandaríkjunum eru mjög svo í hávegum hafðir, þar innbyggt í kerfið meira að segja að ef að uppljóstrarar kemur upp spillta hegðun sem leiðir svo til sekta eða slíks að þá eða skaðabóta að þá á uppljóstrarinn heimtingu á að fá hlutdeild í því.
Þannig að á þessu 5 ára ferðalagi sem að tók að setja upp Íslandsdeild eða útibúr Transparency International á Íslandi, þá það komið í gagnið núna og ég fæ bara nota tækifærið fyrst að ég er beðin að segja frá þessu hér og nú að hvetja fólk til að gerast félagi í samtökunum, vegna þess að þessi samtök þurfa að vera fulltrúi eða vera fylking fólk sem að lætur sig þessa umgjörð varða og hún sé heilbrigð og góð og við getum búið til gott samfélag í okkar landi og betra heldur en mörg tækifæri í því efni og gerast félagar í Transparency International á Íslandi. Við tökum undir það og við látum þetta verða lokaorðin í kvöld. Þökkum Ólafi fyrir að beina umræðinu þarna sem svona eðlilegur grundvöllur af því að ég hafði nú verið að færa þetta svona frá hagfræðinni yfir því svona getu samfélagsins til þess að taka réttar ákvarðanir og kannski fórum við ekki nógu vel yfir það allt sem að þið nefnduð í upphafi sem að væru áskoranir sem að við þyrftum að taka afstöðu til en ég vona til þess að fá ykkur bara sem fyrst aftur þess að við getum farið betur yfir það. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í kvöld, Gylfi, Ásgeir Brynjar, Guðrún og Ólafur og ég þakka hlustendum kærlega fyrir að staldra hérna við. Nú Rauðaborðið byrjað aftur, það verður strax aftur annað kvöld klukkan 8, þá verður aðri gestir sem hér munu sitja og ræða samfélagið sem við búum í og síðan munu þættir samstöðurnar byrja aftur á nýju ári hver á fætur öðrum en ég þakka ykkur aftur kærlega fyrir því kvöld.